Í þessari viku mætti Benóný Jónsson í Hylinn. Benóný líffræðingur og mennt og starfar sem sérfræðingur hjá Hafrannsóknastofnun. Í þessum þætti reynum við að tala vísindin á bakvið ferskvatnsfiskana á mannamáli. Þekking til alls fyrst og gerur hún okkur kleift að stunda áhugamálið okkar með ábyrgum hætti. Hvet alla til að sitja á sig nördaglerun og kafa aðeins í dýpi hilsins með okkur Benóný. Njótið. Eftir stórtækar endurbætur og stækkun nú aftur opið í veiðifélaginu. Renni við hjá þeim snillingunum, skoðið nýju verslununa og kaupið ykkur eitthvað fallegt. Verslaði við veiðimenn. Bílasala Reykjaness sem fyrr með okkur og við þeim mjög þakklátir fyrir stuðninginn. Fylgið þeim endilega á Facebook þar sem þeir eru duglegir að hendi bestu bitunum. Ekki vera eins og niðursetningur í kvöldmannum í veiðuhúsinu. Rendu við í Jack & Jones eða Selected búðunum í Kringlunni og Smáralind og mannaði þau upp. Benóný, velkomin í Hylinn. Takk fyrir það. Herðu, það svona líffræðingar, fiskifræðingar og togarakapteinar. Þeir deila því einhvern veginn að fara ekki mikið að veiða í frítíma sínum. En þú gerir það? Já, en það nú kannski ekkert mjög mikið. Ekki eins og þessi veikustu gestir okkar? Nei, alls ekki. En ég veiði svona aðeins á mínum heimaslóðum austur í Fljótshlíð. Já. Og svo býr bróðir minn út í Þýskalandi og hann fer nú til laxveiða á hverju sumri á Íslandi og ég sé að bóka fyrir hann og fer svona með honum í þetta. Já, hvert farið þið þá helst? Það svona eitt og annað. Það í fyrra sumara þá fórum við nú í Estriðangá. Já, það hefur verið svona ágætis bókun hjá þér. Já, það var mikið fjör. Já. Það var það. Skal trúa því. En þú ert nú fyrst og fremst komin hérna til þess að svona dýpka eins á þekkingu okkar og hlustenda fiskinn sem að við einhvern veginn höfum þrá ekki fyrir að veiða. Við dembum okkur bara beint í þetta. Þú hefur verið að rannsaka fisk í Þingvöllum, Bleikjunni, í Hvítá og svona bara komið að alls konar fiskarannsóknum í þínu starfi. Við kannski byrjum bara á mjög vinsælu subjekti sem urriðin í Þingvallavatni. Og hvernig hann fer svona úr því að vera bara nánast að engu komin og það sem við erum að horfa núna sem mennum farin að jafnvel að ræða offjölgunars. Hvaða hlutir snýrust þarna við og af hverju urriðin orðin svona sterkur aftur? Já, þetta vissulega mjög ánægilegt hvað gerðist þarna í Þingvallavatni og stofninn var raunverulega í algjöru lágmarki svona þarna árunum fyrir aldamótin. En það var tekið til varna og við fórum í það á gömlu veiðimálastofnun að safna klakfiski í Öxará og ala seiði frá honum og þeim var sleppt í vatnið og í nokkur ár og eins var sleppt seiðum í Grafningsárnar og voru grafin þar Hraun. Það var að tala það sem menn þekkja sem Villingavatnsá og Ölfusvatnsá. Já. Og þetta bar þann ávöxt að urriðin, hann við mun betra, og stofnin við mun betra heilsufar heldur en að var þarna áður. Og náttúrulega við þekkjum þessa sorgarsögu og þeir sem hafa lesið eins og Urriðadansbókinans Össurs og svona að þessum stofnum í það sem þú kallar Grafningsár var bara útrýmt með ofveiði. Já. Við þekkjum það, við eigum líka þarna nokkuð góð bakgrunnsgildi einmitt seðhjallleikan í Grafningsánum frá því fyrir þessar sleppingar á Urriðaseiðunum. Það var mjög lítið að gerast í þeim og það var ekki fyrr en að það var búið að sleppa seiðum og grafa þarna Hraun að þetta tók við sér. Og í dag þarna allnokkur fiskframleiðsla. Og eins og í Ölfusvatnsá, það munar alveg helling hana. Það stutt síðan að við fórum þarna til merkinga í Ölfusvatnsá. Þá vorum að veiða þarna risa bolta. Já. Upp í miðri ánni í svona smá hyljum hér og hvar. Við dróum þarna á í rannsóknarskyni og merktum þarna tugi saman. Já. Af stórum Þingvallaurriðum. Og
það er ýmislegt merkilegt þarna einmitt að það er mikið allnokkuð gljúfur sem að hún kemur úr Ölfusvatnsáin, þar sem hún rennur þarna innan úr fjallendinu austan í Henglinu, að fiskurinn kemst þarna inn í gljúfrið og að ófiskengu fossi sem er svona kannski 3-4 metra hár. Þar höfum við séð svona stóra Þingvallavatnsdreka stökkva í fossin. Nei. Það er alveg ógleymanleg sjón. Ég skal trúa því. Og var þetta ekki Landsvirkjun sem að var einhvern veginn stóð að þessu með ykkur, var þetta ekki í kostnaðanum og svona? Jú, þetta verkefni var unnið fyrir Landsvirkjun. Já, því að við náttúrulega þekkjum sorgarsögun úr Efrasvegi. En svo, það er hérna líka vík sem heitir Þorsteinsvík, sem er ekki langt frá þessum ám. Er þar, og það er náttúrulega eru vermsli, er það fiskur úr þessum grafningsám sem er að sækja þangað, eða er þetta, menn hafa svona gælt við að hvort að fiskur sé regni í einhverjum uppsprettum og svo leiðis í vatninu? Hvaða tilfinningu hefur fyrir því? Ég held að ef það er að þá er það einungis að mjög litlu leyti megnið að þessum fiski kemur úr þessum ám sem að renna í vatnið, Öxará og munar auðvitað töluvert mikið Ölfusvatnsá. Það er mikið gott pláss og góð búsvæði þar. Er hún miklu öflugri til dæmis heldur en Villingavatnsáin? Já, hún er það nú, hún er hlýrri og það eru betri búsvæði og í henni heldur en í Villingavatnsáni. En það er þó eða uppeldi í henni en einnig bleikja. Já, en nú til dæmis er hrygningasvæðið í Ölfusá, alveg maður kemur hérna á haustinn og Urriðadans er alveg réttnefni við það sem að vera vitna þar. Í Öxará. Öxará fyrirgefið. Já. En svo þú nefndi við mig að hún er stutt og svona, það er lítið til þess að taka lítið skjól fyrir seiði og svona. Uppeldisskilur eru þó mun betri í eins og Ölfusvatnsáni. Já, þau eru miklu betri. En það er náttúrulega mikill fjöldi, við vitum það að það er mikill fjöldi af urriða, Þingvallaurriða sem gengur upp í Öxará og hrygnir þar. Nú Jóhannes Sturlaugsson hefur nú verið að fylgjast vel með þessu og hefur nú farið þarna í göngutúra með fólk og þá er nú darraðadansinn aldeilis augljós fyrir fólk. En það er að koma töluvert mikið af seiðum auðvitað úr þessari hrygningu þarna en öllu líkindum eru þau seiði einungis hluta fyrsta vaxtarsimrinu í Öxará en ganga síðan bara strax til vassins, niður til Þingvallavatns. Á meðan að fiskurinn eða seiðin í Ölfusvatnsáni eru þá lengur þar og verða þá ekki fyrir sama arðráni og þessi litlu seiði? Já, þau hafa tækifæri til þess, já. Í Ölfusvatnsáni. En það er bara ekki pláss fyrir þau í Öxaráni. Nei. Og við höfum séð þetta, við höfum einu sinni rafeitt þarna snemsumars og þá vorum við að finna þarna, þetta fyrir nokkrum árum síðan, að þá höfum við fundið þarna alveg gríðarlegan þéttleika af svona sumargömlum eins og við kallum það. Það eru seiði á fyrsta vaxtarári. Og þarna fundum við þarna alveg gríðarlegan þéttleika af þessu. Þetta var skammt fyrir neðan aðalhrygningablettin þarna. En síðan í svona hefðbundnum rafviðum í september þá erum við að finna þarna hverfandi þéttleika. Það verður þessi. Þannig að ekki drepast þau fara til vassins, teljum við. En taka fyrsta sumarið í ánni alveg? Já, og svo alls að fyrsta skeiðið. Já. Þetta er, og þá væntanlega, þú veist, stærri öflugri seiði sem að skila sér út í vatnið og eru þetta þá jafnvel, hvað ég var að segja, Ölfusá hlutfallslegra mikilvægari heldur en Öxaráin, svona, heldur en menn kannski einn almenna leikmaður sem sér alltaf þetta magn í þjóðgarðinum gera sig grein fyrir það? Já, það eru gríðarlega verðmætar eins og Ölfusvatnsáin. Það er mjög mikilvægt að þar sé hugað að þörfum urriðans og hún á bara skilið það að það sé gengið vel hana og þá ég við það að það sé svona gætt að öllum mannlegum athöfnum og mannlegum framkvæmdum við Ölfusvatnsá. Hún hefur mikla þýðingu fyrir urriðastofninn í Þingvallavatni. Nú hefur þarna svona, hvað maður segja, síðan 2005-06 verið stundum mikið stanguð hana og svona þangað til fyrir, já, ætla að sé ekki hvað, 7-8 ár síðan var þarna mikið bara drepið af fiski og núna sér maður það ennþá meira af fiski heldur en var þá
Heldur að þessi veiði sleppa, að menn sé að veiða og sleppa fiskum aftur hafi áhrif á afkomu Þingvallaurriðans? Ég sko, Þingvallavatnsurriðinn, hann verður gamall. Hann verður kynþroska seint og auðvitað ef að það er veitt og sleppt að þá fjölgar í hópnum. Já. Og ég svona hef nú alltaf litið á veið og sleppa sem svona vendunar aðgerð og hún er hentug til þess að setja á og taka af aftur. Ég sé ekki að það sé mikil ástæða til þess að sleppa öllum urriða sem veitur í Þingvallavatni. Ef að fiskurinn er greinilega gamall og farin að láta á sjá þá ekki setja hann á. Nei, en þú veist, það eru náttúrulega þessi sjónarmið, þú veist, fiskur sem eða bara dýr almennt sem verða seint kynþroska, þau eru viðkvæmari fyrir veiði heldur en önnur og oft þegar það er búið yfir höfuð að opna á það að menn fá að taka, þá verður, hvað maður að segja, og tekur grækinn stundum yfir, sko. En nú hefur maður líka heyrt þessu umræðu að já, líka það náttúrulega að þetta er iðnaður, gæði, það er í hag veiðilegasalans sem að þó hefur að það veiðist fleiri fiskar sem að þá hefur meira vægi gagnvart kannski einhverju mannlegum framkvæmdum að það sé einhver að þykja þessu tekjur og þetta sé að skapa einhver verðmæti. Já. En nú hefur svona verið umræða sem maður hefur heyrt þráláta á, hefur verið hent fram í þessum þætti að það sé orðið svo mikið að urriða í Þingvallavatni að hann sé farin að éta sig á gaddinn. Getur það verið að Þingvallaurriðinn sé að klára murtuna í vatninu? Nei, hann er nú ekki að því og ég bara veit það vegna þess að ég lagði nú rannsóknarnet í Þingvallavatnuna í haust og við fengum töluvert af murtu þar, þannig að hún er nú ekki búin. Nei, er ekki 2000 tonna murtu í Þingvallavatni? Já, það er mikið magna af murtu þar og hann er náttúrulega ekkert að klára hana. En hins vegar að þá getur auðvitað stofnin orðið það stór að það fari að bera á því að gömlum fiskum sem að hafa reynt jafnvel nokkru sinnum að þeir raunverulega nái sér ekki að streka aftur og dragist upp. Ég held að það sé aðalskýringin á þessu að það sé orðið það mikið af gömlum fiski þarna sem er búin raunverulega að skila sínu hlutverki. Er svona í hausti síns lífs? Er bara hausti síns lífs og þetta getur alveg passað svona að þetta skýri málið. Ég mitt veiði töluvert í Laxey í Þingeyjarsýslu og þar hefur stóraukist veið og sleppa líka og maður sér þetta þar þessa gömlu með stóra hausinn og eru mjóir sko og ekki skortin úr fæðuna þar sko. Nei, hvaða ár ertu að tala um þá? Laxey í Mývatnssveit. Já, Laxey í Mývatnssveit. Þingeyjarsýslu. Já. Þú veist þannig að þetta var svona frekar mitt gott að vita að þú sért sammála á mér. Ég held að það sé ekki búin að klára murtuna. Þetta eru bara fiskar sem eru búin að út að veiða og sleppa jafnvel. Náði að verða gamlir og klára lífsitt á enda. Já, en hins vegar að þá er sko veið og sleppa aðferðin, hún hendar mjög vel fyrir staðbundna silungastofna. Já. Það er eins og til dæmis við sjáum bara dæmi það í Svartá í Barðadal. Já. Þar er töluvert stangveiði og þar er öllum fiski sleppt. Og ef að þarna væri fiskur drepinn í hvert sinn þá væri náttúrulega meðalveiðin ári, hún væri miklu lægri. Og gæðin í stórum fiski minni sko. Já. Því að það sem þegar þú ferð í Svartá í Bárðardal, þú ert ekki að fara til að veiða fiskinn sem þú getur veitt upp í Urriðakotsvatni. Nei, algjörlega. Þeir langar að fá aðeins stærri og pattaralegri við. Já, en þannig að það þarf alltaf að vera svolítið skynsemi í þessu. Ef þú ert að veiða fisk sem er horraður og augsýnilega gamall, þá hefur það nákvæmlega enga þýðingu að sleppa hana til lífs. Nei. Það er bara svoleiðis. En að sama skapi kannski ekki fýsilegu matfiskur heldur? Nei, það er ekki rétt að þér. Nei, þetta er svona, hvað, svo kallar catch-22 eða? Það má segja. Herri, já, en svo lokaði með að ræða þess líka áður við gefum Þingvallavatnið Efrasveið. Já. Nú er það náttúrulega sorgarsaga sem að flesti þekkja hvernig það er stíplað og skordýreitur og allt svona. Eigum við einhverja von og af hverju, já, bara, nú veit ég að þú er mikið stútur að það að koma þarna upp svona betri samgöngum fyrir fiska þarna upp og niður. Hvað stoppar þetta? Já,
hvað stoppar þetta? Það hefur nú ekki verið neinn hreyfing á þessu máli í mörg ár, en það voru uppi hugmyndir á sínum tíma og raunverulega kjölfarið á þessari endurreisn á urriðastofninum í Þingvallavatni. Þá var mikill áhuga á því að endurheimta þarna hrygningaраðstæður og uppeldisaðstæður í útfallinu sem eru mjög daprar í dag. Já. Þarna er eitthvað en mjög lítið uppeldi. Þannig að hugmyndi gekk út á það að opna þarna fyrir rennsli á yfirborðsvatni og vatninu og láta það falla meðfram stíflunni sem að er stíflunni í útfallinu og láta hana falla þarna niður til Efrasóksins og þarna færi bara ákveðið rennsli í gegn og fiskur gæti hreint þarna ofan við og að seiði gætu aðlist þar upp líka og þarna verið góðs búsvæði. Og þetta var komið á það mikla hreyfingu þetta mál að það voru tilbúna teikningar. Við veit endilega fáum þær fyrir hjá þér til þess að birta hérna með vídeónu. En ég sá, það eru örugglega 7, 8, 9 ár síðan að ég sá umfjöllun þetta frá kolleguðinum. Já, ég gerði þarna uppdrátt að því hvernig þetta geti litið út. Að það væri þarna austan megin við stíflunni að þar kæmi renna af vatni sem myndi bugðast þarna niður meðfram stíflunni og þetta var meiri að það lítill hæðamismunur að það væri hægt að hafa þetta fiskgengt þess vegna. Já. Og Landsvirkjun leist nú ekki illa á þetta en leist það vel á þetta að þeir létu teikna þetta verkfræðilega og svo teikning er til einhvers staðar. Já. En þú veist, hvar er strandið? Þú veist, ef að Landsvirkjun er til, af hverju er þetta ekki bara búið að keyra á þetta? Já, það má kannski segja að ein af ástæðan og það voru einstaka náttúrufræðingar sem að höfðu áhyggjur af þessu að rjúfa, þau töldu það með því að það er sett þarna fiskvegur að þá myndi það rjúfa einangurinn Þingvallavatns og það yrði þarna tenging við Úlfljótsvatn og að þetta hefði óheppilega áhrif. En það voru kannski ekkert mjög svona stór og mikil rök, þetta var kannski ekki rökrætt neitt opinberlega, en þetta heyrðist. En nú er til dæmis kemst fiskur úr Þingvallavatninu í Úlfljótsvatn. Já, og við vitum það úr okkar seiðarannsóknum að við erum þarna árlega að veiða seiði í Efrasoginu, að við höfum bara hreinlega fundið þar urriða ofan úr vatni. Já. Urriða á þessum árum þegar var verið að sleppa. Það voru að finna seiðin þar. Og fiskstofnarnir í Úlfljótsvatni, þeir bera mjög svona bara sama svipbragð og stofnarnir í Þingvallavatni. Það þurfur ekki að vera langskóla gengin í líffræði til þess að sjá að þetta eru mjög svipaðir fiskar. Nei, það er rétt og það er nú í gangi mitt erfðafræði rannsókn þar sem þetta verið borið saman. Og vonandi bara útkljáði í eitt skipti fyrir það. Já. Hérna, hefur eitthvað lagst yfir bleikjuna í Þingvallavatni? Já, svona bara sem áhuga mál, það er nú ekki mikið sem ég hef rannsakað hana við að vísu, þá erum við nýbyrjaðir að taka þátt í vöktun á Þingvallableikju og það verður þannig gert og byrjaði núna raunverulega síðasta haust að þá lögðum við þetta rannsóknarnet á 2 stöðum í Þingvallavatni og meðal annars þess að kanna stöðu bleikjunar og mismunandi bleikjuafbrigða og það er meiningin að þessi rannsókn verði endurtekin á nokkur ára fresti og þetta er í tengslum við svokallaða vatnatilskipun. Hvað er vatnatilskipun? Já, það er ansi góð spurning. Þetta er nefnilega ansi margt sem að hefur kannski farið fram hjá veiðimönnum í þeim efnum að vatnatilskipun, það er tilskipun sem að Ísland er raunverulega búin að taka upp og er Evrópureglugerð, Evróputilskipun og það er raunverulega markmið hennar er að ferskvatn og raunverulega vatn sé ómengað og ósnortið og þetta byggist á því að til dæmis að ef er að ræða mengað vatnsfall að þá þarf að fara í aðgerðir til þess að bæta ástand vatnsgæða í viðkomandi vatnsfalli
Nú hefur verið umræða í Þingvallavatni þetta, þú veist að það sé að komast næringarefni út í vatnið sem þú veist, Þingvallavatn náttúrulega þekkt sem tærasta vatni í Evrópu og það sé að verða aukið þörungamyndir og svona sem að dregur úr þessum tærleika. Tengist það þessu þá? Já, það gerir það. Já. Þessi vöktun, það sem sagt fiskstofnarnir og raunverulega bara afli á sóknareiningu verður eitt af þeim þáttum sem verður fylgst með í þessari vöktun. Nú náttúrulega Þingvallavatn, það þótt að sé kannski ekki mjög dramatískt því að yfirborðið náttúrulega svo mikið en Þingvallavatn miðlunarlón að einhverju leiti, það miðlað úr því. Þú veist, hvaða áhrif hefur það á bleikjuna til dæmis að yfirborðið sé að flakka og nú eru ýmsir skordýrategundir sem lifa svona á þessum jöðrum? Já, það náttúrulega, í dag það þannig að vatnsyfirborði Þingvallavatns haldið algjörlega og breyttu. Það svoleiðis. Það svoleiðis og það í gangi samningur sem að Landsvirkjun þarf raunverulega að framfylgja að hneka ekki vatnsborðinu til nema eitthvað sára lítið. Já. Og þannig að þeir hafa náðu uppfylla það, sko. Nú veit ég að sko mikið af þessum sem að verið að rannsaka náttúrulega tengist Landsvirkjun og að einhver leiti fjármagnað í skiptum fyrir það þá að gera þessu uppstöðulón og virkja og svona. Eru þeir samstarfsfúsir og hlusta á rök og svona í svona málum? Já, það má nú bara hrósa Landsvirkjun fyrir það að þeir hafa svona gætt mjög vel að hagsmunum lífríkisins. Já. Og þegar að þeir eru bæði í undirbúningi framkvæmda og annað að þá svona hafa þeir, ef maður ber saman aðilega þá hafa þeir nú kannski svona verið hvað svona gengið lengst í þessu að svona vera ekki að fórna að nauðsynaleysu náttúruverðmætum. Þá meina ég í formi lífríkis og annars eins og fiskstofna og annað og þeir reyna þetta eftir bestu getu. Nú eru þú veist, svona stórar virkjanir á fallvötnum og annað alltaf umdeildar og alltaf einhver náttúrusjónamið og kaup svo svona hver þetta fórna og hver þetta fá og svona. Og nú þú mikið vel að rannsaka eins og, hvað ég var að segja, þessi virkjanalón upp á hálendi. Hvernig svona, eins og til dæmis Borðöldulón sem að margir þekkja, mun það fylgja þessari sorglegu kúrfu eins og var í Þórisvatni þar sem að fiskurinn kemur í einhverjum bylgjum og verður svo hungurmorða og offjölgar og hrynur og hvernig þessi staðið eins og þar? Já, þetta áhugaverð spurning. Sko, þessi virkjunarlón hér inn á Tungnarsvæðinu, sko þau eru náttúrulega misjöfnað að mörgu leyti og Þórisvatn miðlunarlón, það mikil breyting á vatnsborði. Raunverulega, það safnað í lónið að sumri og það í hæstu vatnsstöðu að hausti og síðan miðlað úr lóninu þá raforkuframleiðslu yfir veturinn og að vori það síðan í lægstu stöðu og þar getur munað 20 metra í vestur. Og þetta gert til þess að halda jöfnu rennsli í túrbínu? Já, þetta til þess að bara geta viðhaldið raforkuframleiðslu og það auðvitað mikilvægt fyrir okkur alla landsmenn að geta það. En hins vegar Sporöldulón, það neðar í kerfinu og það nánast engin vatnsborðsveifla í því. Það bara svona uppistöðulón fyrir Búðarhálsvirkjun og það mun hafa alveg gríðarlega mikil áhrif á framtíðar möguleika vatnsins eða fiskstofnana í vatninu getur varðað sem svo. Það sem að þetta þýðir það að þarna verður til fjöruvist í Sporöldulóninu þar sem að engin upp í Þórisvatni. Það ekki neinnar fæðu að vænta úr fjörunni þar. Og náttúrulega þetta gruggugt vatn, þannig að sólin nær ekki niður á marga metra dýpi og þá verður þetta náttúrulega mikilvægara. Þarna mesta framleiðslan og í Sporöldulón það þannig að við höfum verið að rannsaka þetta lón, við tókum þarna vöktum það fyrstu ár í lífi þess og það voru svona margar athyglisverðar niðurstöður sem fengum þar og
þarna sáum við greinilega að fiskur í lóninu var að taka fæðu úr fjöruvistinni Já. og það verður ekki sama þróun í Sporöldulóni eins og Þórisvatni. Nú örugglega fyrir 20 ára síðan var svona þessi sprengja að gerast í Þórisvatni þar sem allir lögðu leið sína hangað og veittu stórkostlega. En hvað, og í dag þetta náttúrulega svolítið hrunið, en hvað borða þá þessi fiskar sem upp í Þórisvatni og hafa ekki þessa fjöruvist? Já, þannig að við förum aðeins í gegnum söguna. Þetta oft þannig að þegar að sko, þó að það sé kannski ekki hægt að heimfæra, það svolítið annað sem gerist í Þórisvatni heldur en svona því sem ég ætla að lýsa. Það nú oft þegar að verða til ný stöðuvötn að eins og til dæmis eins og Sporöldulón og þegar annað dæmi þegar að Kvíslavötn urðu til þá vatni flætt á gróðurlendi og land sem áður var á þurru og það sem að gerist þá það að það á næstu árum á eftir það verður útskólun á næringarefnum úr jarðveginu. Algjörlega. Og lífríkið í þessu nýju lónum að það hagnast á því og það verða til góðir bitar fyrir fiska og það til dæmis bara skötuormur blómstrar gjarnan í svona vötnum þegar næringarefnapúlsin í hámarki og þá verða fiskstofnar stórir og fiskar stórir. Þetta gerðist til dæmis inn í Kvíslavötnum. En það sem gerðist í Þórisvatni var það að það var fyrst og fremst jökulvatni sem kemur þarna inn í. Já. Það var áður blátært fjallavatn. En það veitt til þess jökulvatni og þá verður eðlisbreyting af vatninu. Ekki sami tærleiki, sólskinin ekki Akkurat, nema þarna skal ég segja í botnlanganum á Þórisvatni sem eiginlega suðaustur enda þess að þar inn í botnlanganum, þar nær jökulliturinn ekki og vatnið tiltölulega tært þar inn í enda og þar bara þó nokkur svona, ég segi þó nokkur urriðaveiði. Maður hefur heyrt af þessu mörnum sem að fara þarna með báta og leggjast þarna inn og séð myndir svona sem að mann hefur dreist fyrir á einhverjum tímabúti til að deila ekki en við erum búin að deila hana. Já. Þetta náttúrulega ofsalega svona, við skulum segja að þetta svona ægifagurt land, þetta kolsvart og svartur sandur þarna og mikil fjöll og miklar brekkur, það áskorun að fara þarna, það það vissulega. En fiskurinn í Þórisvatni, sem sagt urriðin, hann er að taka krabbasvif og það svona, má ég að segja eins og inn í þarna Austurbotni og líka raunverulega við grasatangana, hann er að taka svif sem svolítið sérstakt. Þetta eitthvað sem við veiðimenn allavega höfum ekki talað mikið við erum að tala þetta mý og skötuorminn og hotsíli og eitthvað svona stærri bita en urriði getur bara nánast orðið eitthvað skíðiskval í svona aðstæðum. Nei, vegna þess að hann getur það nú reyndar ekki. Þannig að hann ekkert að blómstri í þessu, hann þraukar. Hann þraukar og það þó nokkuð af fiski sem svona verður kannski svona 45 cm langur og svona rúmlega 2 pund. Menn að fá þessa fiska þarna og ekki fiska sem eru mikið stærri. Nei. En þarna í Þórisvatni það svolítið ráðgáta hvernig hann viðheldur sér þarna urriðin því að ég get fullir það eftir mínar rannsóknir að það eru nákvæmlega engar uppeldisaðstæður þarna inn í botnlanganum. Já. Þannig að hugsanlega að ræða urriða sem kemur úr vatnakerfunum ofar og sá jafnvel og hann Kvíslavötnum. Hann sé bara, hún sé að skólast þarna niður? Já, það getur alltaf verið eitthvað seiðarekk úr svoleiðis kerfum, það sem í dag inn í Kvíslavötnum að þar stækkandi og bara stór urriðastofn. Þar enga sleppingastundaðar og bara ábyggilega einn af stærstu urriðastofnum á hálendi á Íslandi í dag og þarna þetta fiskur sem bara viðheldur sér sjálfur. Já. Og það hrygning þarna í bergvatnskvíslunum sem að falla til lónsins og heilmikil seiðaframleiðsla einnig í útfallinu þar. Magnaður. En heldur þá ef við færum okkur svo aftur niður í Sporöldulón, mun Sporöldulón bara vaksa sem veiðivatn og viðhalda sér
sem veiðivatn í ókomna tíð? Nei, sko, það er náttúrulega, við vitum það á þessu svæði þar sem að bleikjunar gætir í virkjanalónunum, að þar er mikið af smárri bleikju og hún mun auðvitað hafa þau áhrif að hún svona halda svolítið aftur af urriðanum þarna. Hún er náttúrulega þekkt fyrir það að fjölga sér og éta sig á gattinu. Já, hún gerir það á þessu svæði og hérna á hálendinu. Hvað heitir næsta fyrir neðan? Er ekki Sultatanga? Jú, það er Sultangalón. Það er aðeins eldra lón. Já. Hver er staðan þar til þess? Já, það er líka svona, þetta er mikið bleikja sem er bara og yfir 20 cm löng, hún er smá. Þetta eru bleikjur sem að verða kynþroska mjög smáar og það hefur ekkert orðin einn breyting á því. En hins vegar er þarna líka stærri bleikja, svona aðeins neitt svona minna afinni, það er þessi tungnarbleikja. Já. Þessi fræga tungnarbleikja sem að var þarna fyrir myndun sporöldulós og hún sú bleikja var að veiðast þarna neðst í Köldukvíslinni í bergvatninu þar. Þetta voru risa bleikjur. Ég feikið nú myndað einni hérna sem hefur nú verið byrt áður held ég sem þáttum 4 kílóa bleikjur sem að gott ef að ég skuttlaði henni ekki í þig eða eitthvað kollega hérna, ég sett hann í poka, ég var hérna með veiðimann og hann fekk 2 svona á einum degi. Þetta voru bara venjulega bleikjur þarna. Já. Það er svo merkilegt. Þetta eru hvað, 2015? Já. En í dag þegar maður fer þarna þá sér maður kannski langar bleikjur, en þarna var maður bara í magnveiði og 3 til 5-6 punda bleikjum og það voru ekki áttan stóra, það voru kannski 4 kíló. Nei, þetta var merkilegt og við gerðum þarna rannsóknir á þessum bleikjustofni áður en að það var virkjað og áður en að það var gerð stíflan í Köldukvíslinni og þá komst við að því að þessi bleikja sem var nú oft kölluð bara Köldukvísla bleikjan, en ég vil kannski frekar kalla hana tungnarbleikjuna vegna þess að hún var að ganga til tungnar sem að var svona mörgandi skýringar sem var þá bara jökulfljót sem var jökul á, en samt það má ekki gleyma því, það er náttúrulega gríðarlega mikið af lindarvatni og af náttúrulega innan af veiðivatnasvæðinu og annað sem er í þessu vatni og túnarvatnið var greinilega mjög frjósamt vatn. Þú sátt að til dæmis bara þekkir það að Tungnáin, þó hún hafi verið svona jökulituð og séð það, þá hefur hún einkenni lindarvatns. Það er meðal annars alveg gríðarlega mikill mosi á botninum. Það er svona eins og maður sér í lindanum. Og mýstrókar hérna. Já. Þannig að Tungná er alls ekkert dött vatn. Og við vorum að sjá það á þessi stóra bleikja að hún var ekki bara að hrygna upp í Köldukvísl, heldur var hún að fara líka niður til Tungnar til hrygningar. Hún var að hrygna þar allir líkindum. Fundum hana þar á hrygningatíma á Malareyrunum þarna fyrir neðan Hrauneyjar og þar. Já. Þetta er náttúrulega, ég þekki þetta betur eftir þetta var gert að bara lítilli linda á Tungná. Já. Og þá sér maður náttúrulega fyrst að það er ógrynni. Það er fiskur sem er þarna þegar þetta er náttúrulega risastort fljót og miklu frjósamara og svo svona fer að hallundan fæti, er það ekki svona nokkuð? Jú. Og hvernig sér þið framtíð Tungnar fyrir þér, sem bara veiðivatn? Já, það eru þarna aðstæður til fiskframleiðslu og það verður þarna bleikja áfram í ánni. Það er svolítið erfitt að segja hvort að það verði þarna völ á stórri bleikju eins og var fyrir virkjun. Ég treysti mig alltaf til að svara því. Ég hef ekki von á því. Nei. En hins vegar þá mér langaði með að leiða eins talið að því að núna í dag er þetta svona tilbúin linda svolítið. Það var nú alls ekkert sjálfgefið skal ég segja þér og sýnir umverulega fram á mikilvægi þess að rannsókna fyrir svona framkvæmdir. Ef ekkert hefði verið gert þarna þá væri þetta nánast þurrt og það væri ekki þarna straumvatn, heldur bara sýtl og engar aðstæður til fiskframleiðslu. En það sem að við fundum út að það væri hægt að taka raunverulega lekavatnið eða lindarvatnið sem kemur þarna ofan úr gamla túnarfarveginum og leiða það raunverulega leiða það áfram niður í
ekki út í lónið, heldur niður fyrir stífluna. Já, nákvæmlega, þetta er aðeins flókið að lýsa þessu, en það er þarna, þeir gerðu þarna skurð raunverulega úr tungnánni þarna á við sem að leiðir allt vatn sem sagt niður í Sporöldulónið, en við sem sagt létum veita þessu vatni niður til tungnar áfram. Og þessi skurður stendur þarna eða bara tómur? Já, en hlutverk hans er náttúrulega það að taka við sem sagt, ef þeir þurfa að opna, það kemur yfirfall. Já, ef það kemur yfirfall og ef einhverja hluta vegna þeir þurfa að stoppa Hrauneyjafossvirkjun, þá þurfa þeir að veita vatninu þarna, þá þurfa þeir að koma því niður til Sporöldulóns. Já, og þannig að Tungná getur náttúrulega alltaf að fara á yfirfall og suma daga er hún grá, sko, það kemur þar. En það er þarna rennslustýring sem að veitir þarna 2 rúmmetrum á sekundu af lekavatni. Og er í rauninni ótrúlega skemmtileg veiða á sín degi, Tungná í dag, sko. Já. Þetta allavega svona gerði eitthvað. Þetta viðheldur allavega því sem að hægt var að bjarga. Ég má segja það. En nú eru ennþá vænar og fallega bleikjur upp í Köldukvísl, sem eru þá hvað helstu heimkynni þessa stofns í dag þá, eða? Já, það má segja það. Að hún er sem sagt að hún er að nýta bæði lónið, Sporöldulónið, og síðan er hún að ganga þarna inn að fossinu Nefja, kemst það, og við sjáum líka mun á því að fyrir virkjunina og eftir að bleikjan er að nýta Köldukvíslina miklu meira en hún gerði fyrr. Já. Áður var hún að ganga úr Tungnáni og bara raunverulega mjög stutt inn í Köldukvíslina. Og hún var að hrygna þarna bara á neðstu kílómetrum, bara í mölinni þarna. Já, voru þetta ekki svona malabörð ykkur? Jú. Og sem sagt, gekk ekki nema þarna einhverja kannski 2 kílómetra, tæpa 1 kílómetr upp eftir Köldukvíslinni og ekki lengra. Við fundum þetta út með útvarpsmerkingum, merkingum með svona sendimerkjum. Var hún þá að fara upp að Tjaldkvíslu þar sem að ósin er í dag? Eða ertu að tala tölvöld neðar? Nei, það var neðar. Já. Það var þarna niður við svo kallar trippavað sem voru malareyrarnar þar fyrir neðan, sko. Já, maður sér það á gömlum kortum en þá mertin. Já, trippavaði. Þar var hún að hrygna. Þar sýndist okkur á þessum útvarpsmerkingum í okkur. Þar var hún á hrygningatímanum og gekk ekki ofar. En í dag þá er þetta komið á margra metra dýpi og þá aðlaga bleikjast þannig sem að hefur lokast inn í lóninu að hún bara er að nýta Köldukvíslina alveg inn að Nefja. Við höfum verið í útvarpsmerkingum að finna hana alveg þangað inn úr, sko. Já, ég er þarna öll sumur. Já. Maður sér það er gífurlegt magna bleikju sem heldur sig ósinnum alveg upp eftir. Já, einmitt. En sen annað með Tungnána, það er búin að taka eftir að svolítið meira urriða byrja að kíkja upp hjá hana. En er það urriða að koma niður úr vatni? Já, það var urriði þarna fyrir. Já, það finnst bara að aukast. Já, það getur alveg verið að þetta vatn getur hent á honum ágætlega. Svo getur líka bara verið að þeir urriðar sem voru fyrir það sé að aukast á þá veiðiála því að þeim er sleppt aftur og út af því að bleikjan er að fækka. En það er vissulega, það er fiskengt þarna upp alveg neðan úr Sultatangalóninu og alveg þarna inn úr. Já. Þannig að það er eitthvað að þessum fiski er að koma þaðan. Þetta er allt ótrúlega forunulegt sem þú ert að deila með okkur vinnunni. En ég ætla aðeins að vinda hvaðum okkur í krossaftur og sjóbirtingur. Og nú aðeins verið að rannsaka hann sem er svona einhver dularfullur draugur sem er í Skaftafellssýslunni. Hvar hefur verið að skoða birtingin? Já, þetta byrjaði með því að ég vinnufélagi minn á Selfossi, að Magnús Jóhannsson, að hann er eiginlega svona minn lærifaðir í þessu sjóbirtingsfræðum. Hann hefur rannsakað sjóbirting mjög lengi og svona ég hef verið að taka þátt í þessu með honum og komist náttúrulega sífellt meira inn í það. Við höfum verið í rannsóknum á sjóbirtingi í Vestur Skaftafellssýslu. Það hefur verið í Grenlæk og einnig á Skaftársvæðinu í þeim þverám sem að renna til Skaftar. Þá erum við að tala um Tungulæk og hvað heitir þetta allt saman? Geirlandsá er þarna. Geirlandsá og náttúrulega svo er Hörgsá. Fossálar. Fossálarnir. Þetta er svona, svo er þarna á sem heitir Stjórn
það er lítil þverá sem ekki reynda veitt í og hún fellur til Geirlandsár. Náttúrulega það sem að verkalýsforinginn var með netið, hvað er það, Holtsá? Já, það er að vísu, það er svolítið að bleikju þar, það er nú ekki mikið að sjóbirtingi sem gengur þangað. Þetta hún sína sorgarsögu laxrækt og kílaveiki og allt það. En hins vegar að þá gengur sjóbirtingurinn upp eftir Skaftáni ansi langt, hann fer þarna inn í svo kallaða Fjaðrá, því að það er nú þekkt Justin Bieber gljúrið, Fjaðrárgljúfur, þar er sjóbirtingurinn að regna og bara töluvert uppeldi hjá henni þar og svo náttúrulega höfum við líka komið aðeins að Tungufljóti í Skaftártungu. Það er náttúrulega tengt Annanós, það er Kúðafljótið og þar er nú aldeilis merkileg skepna sem er Kúðafljóts, sem er sjóbirtingurinn í Kúðafljóti. Það er nú allir að sé nokkuð sjóbirtingur í heiminum sem verður einn stór eins og hann hefur sérstöðu. Ok, er það bara stærðin eða af hverju, þú veist, nú er þetta bara hlið við hlið, svo gott að segja? Já, þetta er mjög merkilegt, sko. Og nú er, þú veist, ekki einhverjar mikla fossa eða flúðir að fara upp í Tungufljót. Nei, og þessi stærsti sjóbirtingur þarna sem gengur í Kúðafljótinu, hann er ekki að fara inn í Tungufljót. Hann er bara, þetta er fiskur sem að hrygnir í jökulvatninu, hrygnir í Kúðafljótinu sjálfu. Þeir eru vissulega stórir í Tungufljóti en það er ekki þessir allstærstu. Erum við þá bara að tala um fiskar sem eru vel yfir 20 pund? Já, við erum að gera það. Ok, ég er að fara að kasta í jökulvatni þess. Það er ljóst. Þetta eru rosalega, ég man nú ekki nákvæmlega, það er alltaf svolítið erfitt að muna nákvæmlega hvernig þessar mettölur eru en í sjóbirtingi þá er náttúrulega Kúðafljóta ansi fyrirferða mikið í þyngstu fiskum. Já, nú eru... Já, ég veit ekki hvernig það er í dag, en nú voru alltaf stundaði netaveiðar hérna í Kúðafljótinu og ádráttaveiðar. Já, það er ennþá gert, það er nú reyndar mjög lítið orðið sem að það er gert og en þetta eru hefðbundnar veiðar sem hafa verið stundaðar hérna við Kúðafljót og örfáir bændur sem að þetta stunda og þeir gefa sína veiðiskýrslur og það er ekki sjá að veiðin hjá þeim hafi eitthvað verið að minnka. Nei, enda við allir farnir að sleppa. En já, þú nefndi við mig hérna líka greinlækin sem er náttúrulega mjög forunulegt kerfi fyrir margar sakir. Þetta er svona gintær á með lindarenginni, jökulvatn sem að rennur út á hraunið og síast og rennur hérna undirfagurt svæði og svona í lón. Þetta lítur að vera svona einhver fullkomin uppeldiskilyrði fyrir sjóbirting. Já. Sko, hún er náttúrulega hrein, hún er þó svo að hún hafi tengst þarna við Skaftarvatnið sem hún nefndir, þá er hún náttúrulega hrein linda. Hún verður öll til í lindum í rauninu þarna og allt mjög merkilegt við það og sjóbirtingurinn í Grænlæk að við höfum fylgst mjög vel með honum og sérstaklega kannski vegna þess að það hafa komið ár núna á síðustu áratugum þar sem að vatn hefur átt til að þrjóta og vatnlækurinn hefur þotnað. Já, sem er náttúrulega enga sorglegt og já, hefur svona verið það deilt jafnvel fyrir dómstólum hvort þetta sé ekki mannanna verk. Já, það hefur verið gert og það voru mikil málaferli í gangi varandi þetta og niðurstaðan raunverulega sorgleg. Það var erfitt að sanna það að mannanna verk hefði haft þarna áhrif en við sjáum það að ef að vatn er ekki veitt þarna brest og svo kallaðan litla brest þetta reynsli skiptir máli fyrir geiminn sem er þarna í hrauninu og upp á hann lækkin og ekki og þannig að hann geti miðlað raunverulega lindavatni til lindalækjana í landbroti. Nú er ekki langt og meðalandi. Já, nú er ekki langt síðan þetta gerðist síðast sko og það var bara í fréttunum myndir úr, hvað er þetta ekki, Stórifoss í Grænlæk. Já. Það er alveg beljaka fiskar fastir í litlum drullupolli sko. Já. Maður fekk bara hland fyrir hjarta að sjá þetta sko. Já, þetta er aldrei skemmtilegt að sjá þetta en það þarf að þó svo að málaferli hafi farið illa þá þarf að
ná þarna einhverju málamiðlun sem að tryggir raunverulega reynslu til Lindaland. Það var það verkefni raunverulega fyrir alla málsaðir. Þetta er ekki Landsvirkjun sem þarna kemur að, þetta eru Nei. snýst einhverja hvað varnagarða eða svoleiðis. Já, þetta bara snýst raunverulega veitingar á vatni, raunverulega út á hraunið, og þarna er það vegagerðin sem er meðal annars málsaðili og landgræðslan og sveitafélagið. Já. Þannig að það ýmsir aðilar. En sko þessi mál, það er nú voðalega erfitt að tala svona mjög þau. Þetta hafa verið svona deilumáli í gegnum tímana, en það er svona, mér finnst svona að það vantar kannski að menn brjótinu svolítið odd á aflæti sínu og það verði bara búin laust til laust. Og fisknum bara leyft að njóta vafans. Já, ég segi það að lífríki fá að njóta vafans en ekki að það séu ykkurar jafnvel opinbera stofnanir sem að bara dræja allt í efa Já, og það er náttúrulega eins og við vitum hafa ekki beint hjarta, sko. Nei, stundum það steinhjarta. Já, en nú er eins og ég nefndi í gegnum þessari umræðu að þú veist, þetta er eitthvað dularfull skepna finnst manni sjóbustíkurinn. Hvernig, sko, maður sér eins og eldvatnið sem er hann rétt hjá. Ég veit ekki hvort þú er eitthvað kíkt á það svona, en svona, þar veiðir maður mest svona stóra fiska. Já. Og nú er fiskgengd að aukast þar greinilega eftir að svona arðrán veiðmanna voru að minnka og nú er komið þar alveg eða að sleppa. Já. Ásjá að komin alveg onni grjót með sína stofna. Og tilfinningin og umræðan, þegar maður hefur ekki þekkinguna, þú veist, er sjóbustíkur, getur verið að hann fæðist einhvers staðar, alist svo einhvers staðar, annar staðar upp og gangi svo þar, þú veist, hann þarf ekki að ganga alla þess að leið upp í eldvatn nema til að hrygna þegar hann er kynþroska. Þú veist, kæmi til greina að, þú veist, nú er alltaf verið sem mikið af smáum geldfiski í svokölluðum í Steinsmýravötnum sem að er við tengingu við þetta kerfi. Kæmi eitthvað svona til greina sem einhver lífsferill fyrir hennar sjóbustík? Já, það er ýmsar kenningar þetta í gangi. Það er alltaf gaman að svona, já. Já, einhvers staðar er fiskurinn, ekki fæðist hann 6 pund. Nei, það er alveg rétt. En sko, það er erfitt að segja nákvæmlega hvernig þetta er. En hins vegar er alls svona talið allavega að fiskurinn, náttúrulega við vitum það að hann gengur á veturnar að hausti og síðsumars og að hausti þá gengur hann upp í árnar eftir að hafa dvalið sumar langt út í sjó. Og það á bæði við geldfisk og líka við kynþroska fisk. Það er allur stofnin upp í ánni yfir veturinn og hann er að fara upp í sína heima á þessi fiskur. Síðan náttúrulega klekjast hrognin og það koma seiði upp úr mölinni snemmsumars eða vori og það er örugglega mismunandi hvað þau eru sem sagt gömul þegar þau ganga raunverulega af hrygningarslóðinni og neðar í vatnakerfið. Það er eins og í Grenlæk að það er fullt af uppeldi þarna niður í flóðum og þar eru sjálfsagt eldri seiðin. En ég svona án þess að það skortir auðvitað rannsóknir á þessu. Þú veist, við getum ekkert fullirt í þessu efni, en líklegast er þetta nú svona að eldri seiðin að þau eru bara að alast upp þarna neðar í ánum. Við erum að finna bara svona mestalagi, 2 ára seiði en mjög lítið af þeim þarna á hrygningarslóðinni og þarna upp við Selbúðir eins og í Grenlæk og þar, en þau sem eldri eru neðar. Og síðan er þessi seiði að verða þau að gönguseiðin 3 og 4 ára og ganga þá til sjávar. En svo fyrir við að tala þessar fiskar sem eru, þú veist, 1-3 pund. Já. Þú sér þá til dæmis ekkit endilega í miklu magnu upp á Selbúðum í dag. Er það bara því að hann þarf ekkit að vera klöngrast þarna alla leið? Jú, það er að ganga þarna. Þau er að ganga þarna? Já. Við erum að sjá það við erum með fiskteljara í Grenlæk við Selbúðir og við erum að sjá þarna þessi fiskur sem er að koma bara eftir eina ferð sem sagt eftir 1 sumar í sjó að hann er að koma þarna upp fyrir teljara
Já, ok. Og það er gríðarlega mikill munur á því hvað hvað er mikið af þessum fiski. Það er eftir bæði árgangastyrk og hugsanlega einhver hluti sem ekki gengur þetta ofalega. Ég skal ekki fullera neitt það. En eins og ef við kíkjum aftur yfir í eldvatnið, þú veist, sem með svona sitt fitjaflóð sem að væri þá Steinsmýravötnin, sem beinn, og þú talar um að seiðin klekist og þau þurfa náttúrulega fæðu. Maður sér kannski ekki mikið fyrir sér að það sé mikil fæða í eldvatninu sjálfu, en það sandurinn alltaf að skríða og ekkert á botninum til að hanga á fyrir leirfur eða annað. Gæti ekki bara verið að þau leiti eins og upp í Steinsmýravötnin og eru þar á sínu uppeldi skeiði og svo þegar þau eru kynþroska leiti á hrygningarslóðir? Það er ekkert að útiloka því efni. Urriðin hefur oft flókið gönguatferli og svona lífsæðan getur verið svolítið flókin hjá urriðanum. En hann er mjög duglegur að komast af og hann notar ýmsa leiðir. Svo stundu fær maður á þessum sjóbirtingsslóðum bara dökka brúna kynþroska urriða, kannski ekkert mjög stóra, eða maður fær dökka brúna kannski aðeins svo stóra til þess að vera staðbundir. Getur verið að náttúran sé að baktryggja sig, einhverjir fara ekki til sjávar, einhverjir gangi, þú veist kannski, segjum 10 punda sjóbirtingur gangi upp í einhverja á, uppgötið þar að hann getur nú bara að lifa ágætis lífi hérna og éta hrogn og seiði og gangi ekki aftur til sjávar eða? Ég hef aldrei séð dæmi um það. Aldrei séð dæmi um það? Nei. En hins vegar hefur maður séð dæmi um það að fiskur gangi til sjávar eftir ansi mörg ferskvassar. Já. Hann bara takið upp á því að ganga til sjávar eftir 5 ár í ferskvatni. En þessi dökku urriðar, þetta er bara staðbundin fiskar. Það er bara annar stofn. Já, það er bara annar stofn og við sjáum þetta náttúrulega eins og í Grænlæk, það er þarna staðbundnir urriðar og auðvitað sjóbirtingurinn og það er náttúrulega ríkjandi fisktegundin. Svo er líka mjög merkileg bleikja í Grænlæknum og þarna í Lindavötnum. Já, náttúrulega kannski Grænlækurinn hvað þekktastur fyrir þetta en er örugglega víðar eins og sem þú þekki betur en ég. Þarna getur maður séð bleikjur alveg í hvað maður segja, eiginlega fárólegum stærðum, en geta þarna veist bleikjur upp að langlegin 20 pund. Já, það er nú, hún er auðvitað eins og ég sagði mjög sérstök, þessi bleikja þarna eins og í Grænlæk, að hún verður stór og svona til dæmi um það að það er eitthvað sérstatanda ferðinni að eldistofnar bleikju, þeir koma frá þessari bleikju í Grænlæk. Ég myndi maður eftir því að það er kynbótableikjan á Hólum er einhvers konar afkvæmi bleikjunar úr Grænlæk og svo úr einhverju vatni á Skagaheiði. Já, einmitt. Og þá er verið að leita að því í Grænlækjableikjuna hún verði mjög seint kynþroska og vaxtarhraðanum úr bleikjuna Skagaheiði. Það er það sem þetta eru lykilatriðin í eldinu. En er þetta fer þessi fiskur út í sjó eða er þetta bara fiskur sem verður hann gríðarlega gamall í þessu, hvað maður segja, kalda lindavatni? Það er talið að þetta sé staðbundin bleikja þarna. Hún lítur þá að vera engar viðkvæm fyrir veiði? Já, hún er það. En það er nú, það má eiginlega segja að stofnin er nú í lægð núna í Grænlæk og raunverulega ættu menn að ef þeir í svona ám það sem eins er ástattum bleikjuna þá ættu menn nú að slepp henni þegar að fá hann á stöngina. Já. Fá hann á agnið. Já, þetta er náttúrulega einmitt, þetta eru risaðilur heila. Já, við megum ekki, við verðum passa upp á bleikjuna. Því að maður heyrði það á þér að þeir eru mjög hlýtt til bleikjunar og svona einn forutnulegasti bleikjustofn og kannski svona hnignun bleikjustofna er í Hvítá í Borgarfirði. Nú aðeins svona litið eftir því, hvað gerðist þar og hvað er að gerast þar? Sko, þetta er náttúrulega frægur stofn þar sem að var mikið veitt og af bleikju hverju ári. Mörg þúsund bleikja. Og síðan gerist það að veiðin fer minnkandi og stofnin dregst saman og þetta gerist, ég svona kannski
ég er nú ekki alveg nákvæmlega inn í það hvenær þetta gerist, en þetta er einhvern tíman aldamótin sem að fyrir að bera á þessu fyrir aldamót, og fyrir nokkrum árum síðan er svo staða komin upp að stofnin stendur ekki undir neinni veiði og menn eru hættir umverulega að veiða úr honum. Og þá fórum við að skoða þetta. Það var Ingi Rúnar Jónsson, sérfræðingur á Hafrannsóknastofnun, að hann setti þarna á stað verkefni þar sem að vitað er að þessi bleikja í Hvítáni, að hún er að ganga þarna úr sjó og gengur inn Hvítá lengst inn undir, bara nánast inn undir Húsafell. Já. Hún fer þarna alveg ansi langt inn úr. Stoppa bara í fossanum í rauninni. Já, og gengur þarna í þveránar, það eru lindár þarna eins og Lamberakvísl og fleiri, og hún er að hrygna þarna í lindánum. Og það var farið í það að veiða þarna fiska, stóra fiska, og við merktum þá með sendimerkjum, settum svona njósnabúnað á þá. Já. Og við ætluðum að reyna að sjá svona raunverulega hvernig göngumynstri væri hjá þessari bleikju. Og ég kom nú að þessari rannsókn að því leitinu til að ég hef verið að svona sérhæfa mig svolítið í svona útvarpsmerkingum, eða merkingum með útvarpsmerkjum, og hérna við fórum hérna á merktum bleikjur og fylgjumst þá með þeim gjarnan bara úr flugvél. Já. Erum það bara með loftnet utan á útvarpsloftnet utan á vengnum á vélinni, og svo er bara flogið með frá manni og ég er með leitatæki inn í vélinni, og í hvert sinn sem maður flýgur fram hjá svona sendimerki, þá heyri ég það. Þá get ég staðsett fiskinn með mikilli nákvæmni í vatnakerfinu. Og við fylgdum þessum bleikjum þarna eftir sem voru merktar þarna inn í Lamberakvísl, og fylgdum þeim eftir á annað ár, og komumst að því sem að þetta var ekki þekkt hvernig þessu var háttað áður, að skömmu eftir hrygningu bara í desember og janúar, að þá fór fiskurinn bara gekka niður Hvítána og gekk bara alveg nánast niður undir sjó. Já. Og við vorum að finna hana yfir veturinn, þá vorum að finna þessa bleikju í Norðurárósnum og jafnvel bara upp eftir Norðuráni, og þarna var bleikjan að bunkast, bíða færis eftir hún kæmist í saltan sjóin. Hún hættir ekki á að fara út í sjó að vetri til vegna þess að það gæti kostað hana lífið. En hún bíður þarna, og svo var það bara mars, apríl, bara fyrst í mars, og þá vorum við farin að sjá það að bleikjan gekk svona út í Borgarfjörðin, og vorum að finna hana þar yfir sumarmálin, bara í Borgarfjörðinum, ekkert mjög langt þarna fyrir utan. Og var náttúrulega þekkt líka mikil fallaveiði í neðri partinum Andakílsá á sömurinn, er þetta þá allt sama bleikjan? Já, það er nefnilega, það er svona ýmislegt sem bendir til þess. Við vorum að finna til dæmis bleikju ættaða innan úr Lamberakvísl sem gekk upp í Andakílsá. Já. Það var einmitt þarna snemma vori sem við vorum að finna þetta, og við fundum líka í Grímsárósnum og alveg upp eftir Grímsáni. Þannig að þessi stofn er að fara þarna víða. Þannig að menn kannski arðránið, menn áttu þess ekki að því að það sem var tekið var allt úr sama, það var ekki sérstofn sem var upp í Gilsbakka í Hvítársíðu og sérstofn í Ósnum á Norðurá, því að nú var alltaf dorga mikið á ís til dæmis á veturna í Norðurá og tekið alveg ógulegt magna af fiski og svo var náttúrulega tekið úr Andakílsáni sem kom upp í Borgarfjörðinum allt sumarið Já. Og svo sáum við það var bara strax í júlí að þá fór bleikjan aftur að ganga upp í ferskvatnið og svona þokaði sér hægt og rólega upp Hvítána aftur. Það sem kannski menn hafa ekki verið að taka tillit til í tilfelli sjóbleikjunar er að hún getur haft ansi flókin lífsferil. Það er ýmislegt og ansi margt sem að getur umverulega haft neikvæð áhrif á hana, og þess vegna er það mjög mikilvægt að þekkja þessa hluti. Og kannski hafa stjórn á þeim hlutum sem við þó getum haft stjórn á. Já, það er nefnilega rétt. Við getum haft stjórn á fáum þáttum. Við höfum ekki stjórn á hlýnun jarðar. Nei,
ekki við sem einstaklingar við erum allavega. það ekki svona sem einstaklingar og ekki til skamstíma Nei. en við getum stjórnað veiðinýtingunni og við getum líka vendað þetta þá er ég að meina ferskvatnið og búsvæðin. Nú er lambakvísl bara vöktuð, þannig teljari eða ekki og þannig teljari og ég veit að heimamenn Ingi Rúnar er með heimleika rannsóknir þarna í gangi. Já. Passa þetta með heikvíslum líka við. Já. En það er gott. Já, það er gott. En hvað já, þú segir að sko bleikjan, hún fer ekki langt út í fjörðinni. Er hún bara svona að dóla sér á föllunum bara þarna inn og út fyrir brú og... Já, við vorum að finna hana þarna töluvert reyndar fyrir utan brúna, sko, úr flugvélinni. En það er nú bara þannig með þetta er útvarpsbylgja, raunverulega sem við erum að nema, að hún dreifist nú illa úr saltvatni. Þannig að ef hún færi út í fullsaltan sjó, þá ætti ég ekki séns á því að finna hana til sjónu. Þannig að við vorum að finna hana svona í þessu ísalta umhverfi. En er það ekki svolítið eðli bleikjunar að vera kannski ekki að fara of langt til að elda marflóna? Hún er ekki eins og laxinn eða í þeim efnum, hún fer ekki á fæðuslóð eitthvað staðar lengst út í hafi. Nei, það er einmitt, þetta er það sem skilur bleikjuna og sjóbirtingin raunverulega frá laxinum. Þau er ekki að fara í langar fæðugöngur út í sjó. Nei. Miklu síður. En þó, það er margt órannsakað í þessu. Við þykjumst vita svona eitt og annað og þetta er svona tilfinningin. En það skortir heilmikla rannsóknir á þessu að kanna atferli þessara fiska út í sjó. Og við þurfum að gera mikla bragabóta á því. Því miður þá er það bara þannig umhverfið á Íslandi að það hefur verið að veita mjög litlu fé til rannsóknar á fiskstof, á ferskvatnsfiskum til dæmis. Og það er raunverulega eitt af því sem við gætum raunverulega bætt. Nú maður séð oft líka bara svona glórulaust þegar maður hefur verið svona svolítið við þessar laxveiðár og sílungsveiðár í gegnum tíðina. Jafnvel bara einhver bóndi sem hefur góða tekjur af sínu laxveiðisvæði sko, er á einhverjum ákveðnum tíma búin að eyðileggja það með malatöku út af því að hann fór að selja sumarbústaðajarðir og það þurfti að byggja vegi að þeim sko. Já. Þú veist, hann bara fór og hér er möl, bara tek hana og svo er allt orðið marflatt hjá honum sko og þeir áinn reyðið sig og engin fiskur stoppar. Ef einhver trúir ekki þessu dæmi, þá er þetta bara raunveruleikin. Þetta er það sem eitt af þeim hættum sem steðjar að. Það er þetta, til dæmis að við nú oft sagt að það er að maðurinn og laxinn, þeir keppa hrygningamölina. Það er einhvern ágætis viðlíking. Já. Og oft svona átt að fólki ekki á sig sko að lítil þú að veltur oft stóru hlassi í þessu sko, þegar að mölin fer á hreyfingu og annað borð sko. Já. Og þó að sé bara ein skófla til að sitja eitthvað staðar, þá fer þetta á rót og maður þurft að horfa eftir fallum veiðistöðum verða hringstreymis pittum sko. Já, þetta er því miður að eftir því sem að Íslendingar verða ríkari því lengra ganga þeir í þessum efnum eða vilja ganga. Já. En svo er sama fólki sem vil sko geta gengið að laxinum sko. Já, í stundum er það þannig. Já. Ég segi það nú ofta það sé sennilega einhver almesta gæfa sem okkur Íslendingum bar. Það var það að við vorum fátæk fram eftir öldum og langt fram á 20. öld. Þá höfðum við ekki efni á því að eyðileggja þessa hluti. Nei, við þurftum á þess að halda þetta bara til að lifa. Já. Það, þú veist, þá er ég að meina sko að við gátum ekki fara út í stórar og miklar framkvæmdir. Já, meina það. Og annars líkt, það er það sem ég meina. Já, sko. Við þurftum ekki að innbyltingin kom ekki með jafn miklum kvelli hingað og annars þar. Nei, gerði það ekki sko. En þegar við vorum að tala bleikjuna áður en við fórum í þennan útidúr, einhvern veginn á sama tíma hann upp úr aldamótum, þá hverfur, þá voru heilmikla bleikjuveiðar í Dölunum og út á Skarströnd og inn eftir bara allstaðir í Breiðafirði basically og norður þar við sko. Við erum líka bara á Norðurlandi og bara Suðurlandi. Þetta tengist öllum líkindum loftslagsbreytingum og þarna á þessum árum fyrir raunverulega aldamót og áratuginn þar og eftir var gríðarlega hlýtt
og það virtist bara vera að þessum bleikjustofnum hnignaði bara í hlutfalli við það hvað það línaði. Nú við séum samt svona einhverja mestu bleikjuveiði á landsins, Eyjafjarðará. Bleikjunni hnignaði þar stórkostlega og fóru náttúrulega einhverju hluti sama við ofveiði og náttúrulega malatöku sem var gríðarlega í svona stóru veiðifélagi þar sem að lítill arður dreifist á rosalega marga og þá getur þú fengið kannski 100 áskall fyrir malhlassi en þú fær bara 5.000 skall arð af ánni sko. Þá starffræðin auðveld sko. Já. En það einhvern veginn strax yfirsettur rúms sjóbrytingsstofn því að áin að hlýna og það hefur til dæmis ekki gerst í Dölunum. Munum við sjá í framtíðinni að þú veist að bara Hörðudalsá verði orðinans sjóbrytingsá? Sko það náttúrulega alltaf á Íslandi þessir það gríðarlega mikil samkeppni á milli tegunda. Og laxingrimur. Já, það gríðarlega mikil samkeppni og það oft bara þannig að einn stöð annars brauð í þessum efnum. Að leið og bleikju hnignara þá tekur urriðin við sér. Hann er meira svona hann er meira fyrir hlýra vatnið meðan að bleikjan hún er svona kuldasækin og hún er svona arktísk tegund og hún á í fá hús að venda ef það hlýnar mikið. Og það reyndar við náttúrulega eigum vatnakerfi þar sem að hlýnunin hefur ekki eins mikil áhrif á, það eins og í Lindánum. Já. Að þar mun hún hafa tækifæri og hún deyr ekkert út hér þó að hlýni, það alveg ljóst en útbreiðsla hennar mun breytast. Eins og til dæmis Fnjóská sem náttúrulega mjög köld og rennur langt á hana hálendi og tekur á sig lindar og eins og þú nefndir í Fljótshlíðinni og svona það sem kall lindavatn. Já, þar mun bleikjan, hún verður þar aldur og ævi, segi ég. Já, og á Vestfjörðum og svo á Austfjörðum. Já. Þannig að og svo við förum aftur í Hvítána sko, hefur áhyggjur að þessi stofn sé að deyja út eða bara afkoman þannig að hann bara minni? Já, það náttúrulega það sem að gerist eða þarna það að stofnstærðin minnkar gríðarlega mikið og það engin merki það að þessi stofn sé það að deyja út, alls ekki. Nei. Og aðstæðurnar þarna einmitt, þá erum við komin aftur að því að hún upprunnin þarna Lindarám þarna inn frá. Mjög stöðugar aðstæður. Og mjög stöðugar aðstæður, lítil sem engin breyting þar á hitastigi og þess vegna segi það hún ekkert útleið. Nei. Og veiðunum hætt. Það engin að dorga við baulu í dag en það aldrei ís á henni lengur og það hætt fyrir þó nokkrum árum síðan að selja sérstaklega á sílungasvæðið í Andakílsá þó að það hefði svo farið eins og það fór í ákveðnu náttúrusleysi. Já. En samt svona ef ég svona á heildina litið þá skortir okkur þetta svör svolítið við hvers vegna gerðist þetta. Það jú þetta tengist þessar hlýnun sem varð en hverjir nákvæmlega ekki að hlýna, það ekki að rennum langan veg alls ekki en hins vegar eru þær að nýta eins og ég var að tala áðan, þetta flókin lífsferill og þær eru að nýta gríðarlega svona mismunandi búsvæði eftir bara tíma ársins og það getur bara kreft að henni á allt öðrum stöðum heldur en það sem lindavatnið. Við höfum ekki skilning á öllum breytunum. Nei, við höfum það ekki og ég ætla ekkert að halda því fram að ég skilji nákvæmlega hvað þarna var á ferðinni. Nei. Það ger ég ekki. Ef við byrjum svolítið aðan í svona í Þjórsárdal þó að það ekki verið í Þjórsá sjálfu í virkjunum hann upp á Hálendi. Já. En nú eru mikið legið yfir á sem hafa lengi svona verið mér hugfangir sem Þjórsáin sjálf, lengsta vatnsfall Íslands og þeir fiskistofnar sem þar eru. Já, það er stærsti fiskstofn laxastofn á landinu í Þjórsáni. Gríðarlega stór og mikill, ég segi stærsti hann svona, stærsti náttúruleg já, hann í dag náttúrulegur og hann gríðarstór allavega með stærstu laxastofnum á landinu og það var til dæmis núna bara, ég get alveg sagt ykkur hvað var veitt mikið af laxi þarna á árið 2020 það voru búið að bókfæra þarna 6.003 laxa sem veittust þarna það stundu þarna í auknum mæli stangveiði í Þjórsánni
Og taka upp stórar lagnir. Já, það er búið að því og vissulega er töluverð netaveiði í gangi þarna en hérna nú er svo komið að 1/3 af veiddum öllum að heildafjölda laxana, það er stangveitur fiskur, stangveitur lax. Það er mikið breyting sem áður var þegar þetta var yfir 90% af öllum fiski sem veiddist í Þjórsánni bara á netaveiði. Já, og jafnvel bara þeir fiskar sem þó veiddist á stöng voru þessum hliðarspræðnum. Já, og það er, sjáðu til dæmis kalvona, það er nú ekki allir, ekki margir kannski sem þekkja þessa á. Hún er verið svona svolítið í lokuri leigu. Já, lengi. Hún hefur verið það, en hún var auglýst hún var í útboði í haust. Já, hún var það, þannig að það er alveg aðgangur að henni. Enda alveg stórkostleg laxveiði á orðin. Þarna í þessari litlu sprænu var að veiðast yfir 700 laxar síðast sumar. Þarna viti ég minn stærsta lax. Ég veit ekki hvort þú vorum að byrta með því. Það var það reyndar ekki, það var tæplega 700 afsakið. En þarna var, sko, ég er nú einu sinni veitt þarna og þegar í september þegar gerði eitthvað góða rigningadag og bara einhvern veginn gomman kom upp, sko, það var meira fiski í ánni heldur en vatni, sko. Já. Það var ótrúlegt fiskar voru að stökkva þarna hvern annan og endur upp á landi og sprikla úti og þetta. Já, bara... sko Kalva, þetta er mjög merkilegt hvað þarna hefur gerst. Það er það vissulega því að ef við spólum tilbaka ekki meira en svona 12-13 ár þá var þetta á það sem var að veiðast þarna svona, kannski var eitthvað staðar að rúlla í kringum 100 laxana sem var að veiðast. Og það hefur margfaldast í dag. Stangu yfir að reykja ykkur og fleiri er til dæmis ykkur sem að brent sig á því að taka þess á leigu. Út af því að þú ferð þarna á þessum haustöfum þegar laxin er að gubbast inn, sko. Já. Og það er ekkert víst að það gerist inn í svona veiðitíma á Íslandi, sko. Nei. Og menn stóðu þarna víst oft, sko, og það er eitthvað steinn þarna fyrir utan ósinn sem að fiskurinn liggur í vari allt sumarið og það er ómöguleiki að koma nokkur agni á hann, sko. Og svo ég las í einhverju gamalli svona, hvað heitir þetta, svona sumarið eða eitthvað svona, einhverju svona bók, veiðisumarið eitthvað, 1986 eða eitthvað. Já. Þá var Stanguði félagið með hann á leigu og þá veittust 90 laxar að sumarið, þeir veittust allir á 2 dögum. Já, einmitt. Svo, það voru 2 síðustu veið þetta. Já, svona gat þetta verið. Já. En þetta er nú kannski, þetta er orðið breytt, hann er farin að veiðast þetta fyrr en var á þessum tíma, laxinn. Og svona, hún er kannski ekki með fyrstu ánum, en það er farið að veiðast þarna laxastöng í júlímánuði og það var þarna þessum árum var það kannski ekki fyrir inn í september. Já. Og nú er þetta, sko, ef maður horfður á þetta er náttúrulega bara eiginlega smá spræna, sko, fyrir það sem að ekki vita hvað við erum að ræða á sumrin allavega. Já. En hún er mjög löng og maður getur ímyndað sér hlý og góð fyrir seiði. Já, hún er ekkert rosalega löng. Ég man nú ekki tölurnar á henni en hins vegar að þá 10-15 kilometrar eitthvað leiðis? Nei, það er ekki 10 kilometrar. Nú, ok. Fiskeng, sko. Og það er aftur á móti gríðarlega góð búsvæði í ánni og hún er hlý og hún er frjósum. Og það er bara að skila miklu uppeldi og svo er náttúrulega annað sem er að gerast líka. Það er það að það voru það mikla breytingar í Þjórsá. Áður fyrir að þá komst laxinn bara inn að Búðafossi. Og þarna aftur komum við að... sem er bara réttur ofan Kalvana. Og það var gerður þarna fiskstigi árið 1900, hann komst í virkni 1992. Þetta er aftur Landsvirkjun sem er þarna að spila í. Já, þeir gera það. Þeir koma með þetta sem mótaðis aðgerðið sína virkjunarframkvæmdir í sveitunum þarna fyrir austan. Og við þess aðgerða þá tvöfaldast raunverulega búsvæði, aðgengileg búsvæði fyrir lax, fyrir sjógangufisk. Það nánast tvöfaldast. Hann kemst alveg upp að Búrfellsvirkjun. Hann kemst inn að Þjófafossi í Þjórsá og inn að Búrfellsvirkjun, inn að útfalli hennar og inn í Fossá. Já. Og þarna er önnur á sem heitir Sandá og þetta eru alveg gríðarlega breytingar og það hefur, má ég að segja, það hefur aukist þarna veiðin á Þjórsásvæðinu. Hún hefur margfaldast á Þjórsásvæðinu eftir og í kjölfarið á þessum aðgerðum. Það má segja að það séu ansi margir lækir og svona sem að lax getur gengið upp í haustrigningum og nota sem rigningu og búsvæði fyrir segið. Já, ég er nú ekki viss að það sé kannski neitt mikið það. Hann er þarna, hann fer upp í Fossá og Sandá
við erum að Er ekki Þverá jú, hérna fyrir neðan? hann hregnir þar og hérna, svo er Minnivallaleikur þarna, hann gengur mjög lítið í Minnivallaleikur, bara hann er að nota neðstu og hlýrri svæðina og hann er bara kaldur. Já, það veist einstaka laxar í Minnivallaleg. Já. Ég man eftir hérna handboltahetjunni Sigga Sveins einhvern tíma með 16 punda urriða sem hann hefði veitt í Minnivallaleg, það var það þessi glæsilegi lax. Já, akkurat. Ég hef myndi séð hérna alltaf þegar maður er að keyra upp í Köldukvísl og Tungná og séð maður alltaf að það er svona fyrir ofan brú í Sandá, það er svona seiða gildra einhver. Já, við vorum með það á tímabili, þá vorum við með þarna göngusíðagildru að vori og þá vorum við að fanga þau seiði sem voru að hefja sjávargönguna og merkja hlut af þeim og bara skrá hvernig gangan hegðaði sér. Í samræmi við það við erum með hérna, árlegar svoleiðis göngusíðavöktun í Kalvá. Við vorum að skoða svona hvernig Sandáin væri svona með tilliti til göngunar í Kalvá. Já, og hafi ekki verið að fá líka eitthvað af og séu veitt hana svolítið mikið, ég hef alltaf heyrt að maður séu eitthvað bleikið hana. Það er í hérna, heitir hún ekki hvað, hún er partur af Fossá og því. Já, Rauðáin. Já, Rauðáin í Sarrenum, austar. Jú, það er sko þarna fyrir ofan Hjálparfoss í Fossáni sjálfri, þá raunverulega frá Háafossi og niður að Hjálparfossi. Það er gríðarlega flott á sem það er og það er staðbundin urriði og bleikja, en hún er þarna aðalega í Lindáni Rauðá, bleikjan sko, alveg upp í kaldara vatninu þar. Og við vitum það að sko eins og inn í þessari Fossá sko, þetta er afskaplega stutt á sem er aðgengileg fyrir lax og sjógengin fisk. Hann Hjálparfossin er algjörlega ófiskgengur. Bestu búsvæðin eru þarna fyrir ofan. Langt bestu. Það myndir náttúrulega aldrei ganga að fara að sprengja Hjálparfoss. Nei. Enda er ég ekki að tala um það. Ég er bara að segja. Já. Það hefur engin þörf á því að gera það. En við prófuðum einu sinni að þá slepptum við þarna laxaseiðum sem voru af Þjórsárstofni. Við slepptum þeim mertum þarna og við komumst að því að fyrir ofan Hjálparfoss að það var vöxturinn var alveg gríðarlegur. Og þau fóru 2 ára til sjávar sem er yfirleitt eru seiðin hérna á þessu svæði að fara 3 ára. Voru ári yngri þegar þau fóru til sjávar, uxu vel þarna og mjög góðar endurheimtur að þessum seiðum. Það væri nú eitthvað að flytja bara einhverja fiska þarna upp fyrir og leyfa þeim að hrygna. Já, það er nefnilega nú stendur fyrir dyrum drengi mínir að virkja áfram í Þjórsáni. Já, það er einmitt. Hvamsáin er nú að fara jafnvel af stað. Það eru 3 virkjanir á dagskrá þarna. Já. Hvaða, nú er alltaf sagt að þetta séu rennslisvirkjanir, það verða engin uppistöðulón og svona. Hvaða áhrif séu fyrir að þetta muni hafa fiskistofa? Sko, það er náttúrulega þegar að svona stóra framkvæmdir eru þá er alltaf einhver neikvæð áhrif. Og það er alveg ljóst að þau verða til staðar ef að þessar virkjanir allar 3 verða byggðar. Og meira að segja ef að hérna Hvammsvirkjun verður einungis byggð þá mun það hafa neikvæð áhrif á fiskstofna Þjórsár. En hins vegar að þá hefur Landsvirkjun lagt sér líma við það að reyna að lágmarka þessi neikvæð áhrif. Það verður myndalón þarna í Þjórsánni. Það eru áætlanir það. Þeir sem hafa keyrt upp hérna Þjórsárdalinn sjá alltaf hérna áætluð lónsæð stórt skilti hérna frá landið þetta. Það er bara við hliðin á Þverá. Já, það er bara ótrúlega fallegt svæði. Það er rétt fyrir neðan ósin á Þverá. Já, það er alltaf búin að sjá þetta. Þar verður stíflan. Og þar er ætlunin að setja fiskstiga upp fyrir. Og seiðafleitu eða hvað sem þetta heitir. Og seiðafleitu líka. Ég heyrði það því að við lesið heimaverkefnin. Það er eins búin að liggja í hursi gegnum tíðina. Já, og það er standa vonið til þess að þessar aðgerðir svona lágmarki allavega neikvæð áhrifin á virkjuninni á fiskstofnana. En við vitum það hins vegar út frá okkar rannsóknum að til dæmis inn fyrir þessa stíflu Hvammsárlón og stíflan sem myndar Hvammsárlón þá er að ganga meir en helmingurinn af
af þeim laxi sem gengur upp stigan í búða að svæðin hann innfrá að draga það mikið hluta af laxinu til sín og það bestu búsvæðin þarna fyrir ofan. Og svo má náttúrulega ekki gleyma gríðarlega stórum sjóbirtings- og urriðastofnum sem eru þarna líka Nei. Og maður hefur gert góða veiði á vorin á þessum breiðum akkurat sem eru að fara þarna undir sko. En bara svona þannig að menn sjá þetta nú líka í því ljósi að fyrstu tillögur virkjun þarna gerðu ráð fyrir því að það yrði ekki nettfiskstigi og engar seiðafleitur. Það var fyrstu tillögur en rannsóknir og annað höfðu þau áhrif að þetta var þó teiknað inn. Það er ótrúlegt að til þess að hugsa að það er 2021 núna sko þegar ég var að dimmetera 2007 sko fórum við í Kringluna, ég var klæddur sem Mario og það hitti Össur Skarphéðinsson á sem einnig líffræðingur náttúrulega, hann var þar á atkvæðaveiðum sko, leist vel á okkur að fá heilan hóp að dimmisjónkrökkum sko, þetta var með öðvöld skotmörk sko, og þá var ég að rífast við hann þessar 3 virkjanir og hann sagðist þér alveg á móti þessu maður og og þau náttúrulega eins og frækt Samfylkingin komst í ríkisstjórn sem að seinna var umdeilt og það var stutt í það að fögur loforður það bara einhverju valdatabli. Já, einmitt. Og þetta einhvern veginn hverfur þó að menn sé allir að vilja gerðir þá einhvern veginn auðvaldið og já, pressan og álver og eitthvað svona dót sem að vinnur alltaf á endanum því miður. Já, og því meina eða þá, þú nefndir það ekki en það verður líka verið hægt að vera í námugreftri eftir Bitcoin. Svo er það. Ég var einmitt bara að hlusta á einhverja greiningu hjá BBC akkurat orkuþörf Bitcoins graftra sko. Hún er orðin svo mikil að hún verður sko núverandi námugröftur Bitcoin í heiminum er meiri en öll orkuþörf Argentínu. Já. Og þetta er að margfaldast sko bara á hverjum degi sko. Það er mikil eftirspurn á Íslandi eftir. Já, það er svo auðvelt að kæla þessar græður sem að hitna og ætlum við að fórna okkar náttúruperlum fyrir einhverja ímyndaða rafmynd. Já, það þarf einhverjir að taka þetta eru gæði sem eru algjörlega ekki í hendina sko. Þetta er ekki álklumpur sem þú getur haldið á eða. Nei, það er það ekki. Þetta er bara tilbúið. Þetta er umverulega þarna eru þeir að reikna út og halda utanum Bitcoin eldri Bitcoin sko. Já, og er að grafa eftir nýjum, ég ætlum ekki að þykja að skilja þetta. Nei. En það sem ég skil er að við erum að fórna Þjórsá mögulega til þess að einhver útlíkar geta grafa eftir Bitcoin sko, og selta rafmagn á útsöluverði. Jú. Og ekki skapar þetta mikla atvinnu sko. Nei, þetta skapar bara tekjur í einhverja vasa. Já, þetta er mjög sobering einhvern veginn að ímynda sér þetta sko, þegar maður einhvern veginn því að Þjórsá er miklu meira en þessi allt öðruvísi heldur en þessi jökulvötn sem er í Skaftárssýslunni, hún er frjó og það er hægt að veiði henni og eitthvað svona. Já, Þjórsá er mjög gríðarlegir fiskstofnar. Hún er það sko. En ég samt segi það að það er búið að hanna þarna mótvæðisaðgerðir sem að hjálpa upp á en þær kom ekki veg fyrir öll neikvæð áhrif. Við þekkjum það og vitum það. Er ekki bara búið að hamast nóg á Þjórsá? Ég held að maður kemur upp á hálendið og horfir á alla spennuvírana og eitthvað. Það ég minnst þetta eitthvað rosalega, var bara lítill í sér að hugsa þetta. Já, en samt vitum við það að þetta í okkar huga, þá skiptir einmitt notkunin á þessu rafmagni, hún skiptir máli. Að þá ég við það að velsældin í dag í íslensku þjóðfélagi og bara við erum rík meðal annars vegna þess að okkur tókst að virkja og búa til tungnarvirkjaninnar, tungnastöðvarnar. Þær eru einn af helstu stólpunum undir velsæld hér á Íslandi. En þá eru við líka fórn einhverju fyrir eitthvað. Já, ég veit það. Og þú veist, nú erum við erum ekki að reyna að setja ljósin á í Reykjavík sko. Þess vegna orðaði þetta líka með Bitcoin sko, að það er ekki víst að það sé réttlætilegt. Nei, þegar að sogið var virkjað sem okkur finnst
einhvern veginn sem mikil harmsaga í sjálfu sér, en þá var náttúrulega alltaf bara, það var verið að tala hérna að fólk hefði rafmagn í Reykjavík bara til þess að kveikja á ljósunum og eldavélinni og setja ískapur í samband. Það þá allavega einhver almenningshagsmunum mál. Og virkilega. Það færði okkur ljósinn og ílinn. Já. En heyrðu, svona því hjá Veiðimálastofnun sem var Hafrannsóknastofnun, maður er ennþá að venjast þessu. Allt í góðu. Hérna, sko, veiðimenn þurfa alltaf að vera í samstarfi við ykkur að ykkur liti, varandi öflun gagna og skráningu afla. Já. Það eru afskaplega góðar upplýsingar sem við fáum jafnan frá veiðimönnum og það meðal annars einn af bara grundvöllur raunverulega besta af okkar upplýsingum að þær koma úr veiðiskráningunni. Við erum með alveg gríðarlega háþróaða veiðiskráningu hér á Íslandi sem að bara erlenda þjóðir öfund okkur mikið af. Já. Og þetta byggist að sjálfsögðu á því að veiðimenn þeir sjá kostina í þessu, að gera þetta vel, vanda sig við mælingar, bæði á lengd og þyngd og annað, að þeir sjáu þetta kostina í þessu að geta gengið að eldri upplýsingum, ábyggilegum upplýsingum veiði. Skráning afla snýst ekki bara að bóndi geta hekkað að þeim veiðilegð. Nei. Þetta snýst minnst það. Þetta snýst minnst það og við líka, það eru heilmikil svona, þetta hefur mikið vísindalegt gildi líka og þetta gefur auðvitað bara miklar upplýsingar á stofnstærðir og það eru fjölmargar svona upplýsingar sem að við fáum út úr þessu. En það er miklu fleira sem að það sem að við sjáum að veiðimenn svona geta lagt sitt lóð á vogaskálinnar í þá aukina upplýsinga og rannsókna. Það er meðal annars í því að taka restusýni. Nú hefur maður svolítið fengið að hamast í því og er það svona víða nokkuð ágætlega gert, held ég. Já, við höfum séð það hins vegar svona, ef við tölum á landsvísu, þá hefur þessu hnignað samfara aukningu á veið og sleppa. Það hefur svona eiginlega, við tengjum það svolítið við það. Og það er eiginlega svolítið slæmt því að við notum þessi hreisturskogn mjög mikið og gildi þeirra er jafnvel enn meira í framtíðinni heldur en hefur verið á síðustu áratugum, sko. Nú erum við að berjast við norska stóriðið, fiskeldið. Já. Og ef að við skilum inn hreistu sínum, það er nóg, þú þarft ekki að skilja inn dauðum fisk í poka, þá er þetta að greina hvort fiskurinn er á náttúrulegum toga eða heltisfiskur. Já, við getum séð það á hreisturinu og þess vegna er það mjög mikilvægt að þá er ég að tala bara árnar þar sem stangveiði er stunduð, að það séu tekin hreistusýni í öllu þessu vatnsföllum. Og þó svo að fiskinu sé sleppt að það maður alveg að vera ófeimi við það að fara bara með vasanýfin og skafa þarf ekki að taka mikið, þú tekur bara nokkra plötur og stingur því í hreistusumsleið og það er ekki þörf á miklu og þetta tekur stuttan tíma að gera þetta. En hvernig er best að segjum bara eitthvað Jón Jónsson sé að fara í eitthvað self-catering laxveiði á, hvernig á maður bara verið með eitthvað ziplock-poka eða hvað er svona, hvernig er best að bera sig að? Getur þú nálgast þessa bréfpoka hjá ykkur? Eða? Já, sko nú er ég bara að kasta boltanum á loft og ég sé það alveg fyrir mér að þetta sé eitthvað sem við þurfum að taka okkur svolítið saman í andlitinu og endur skipuleggja þetta. Það er ekki sniðu til dæmis fyrir ykkur að vera með þetta í veiði búðorum, ekki bara í þessum stóru laxveiði. Góð hugmynd. Mjög góð hugmynd. Að þau ert að fara, þú ert að sækja þér taum og nokkra flugur, tekur 5 hreistusýnapoka. Það er rosalega fínt að mynda að stinga þeim hérna í veiðivestið, eiga alltaf hérna hreistusumslag tilbúið, allir veiðimennir með hníf, auðvelt að taka hérna nokkra hreisturplötur, stinga þeim onni og skrifa hérna lengdina á fiskinum á umslagið. Gengur bara frá því þegar þú ert komin upp í hús. Góð hugmynd þetta með veiðibúðir. Ég ætla nú bara að henda hann á lofti. Gott að geta orðað að liði. Hvað á maður svo að skila gögnum? Gögnin þurfa öll að koma til okkar á Hafrannsóknastofnun. Er þetta að senda það bara í pósti? Það er mjög auðvelt að gera það. Það er langauðveldast kannski? Það er langbest, alveg hika ekki við það. Við þurfum að stórauka þetta og samstarf í framtíðinni.
hvað það fleira en, þú veist, þeir að sjá þá hvað fiskurinn gamall þegar hann gengur út í sjávar, hvað hann lengi út í sjó og allt þetta, hvort hann sé að koma aftur eða hvað svona fyrir utan þessa eldissjónamið sem að lesa út úr hreistrinu? Já, það nú, sko, við náttúrulega, þú nefndir það áðan að við getum lesið ferskvatnsárin, fjölda ferskvatnsára úr hreistrinu og eins getum við lesið aldur í sjó, gott sem að ræða lax eða sjóbirting, og við getum líka bakreiknað vöxtinn. Þá getum við séð raunverulega hvernig fiskurinn óx á hverju ári. Okay. Og svo er hægt að meira segja það er hægt að taka erfðasýni líka af hreistri og það er hægt að skoða mun fleiri parametra með hreistrinu. Þetta eru bara svona eins og árhringir á tré eða eitthvað svona. En hlutverk okkar náttúrulega núna næstu árum verður að fylgjast rosalega vel með því hvort að það sé að koma sleppifiskar úr þessu sjókvíaeldi inn í átnar. Gæti erðablöndun villtra fiska væri þetta að lesa það á þessu eða þarftu þá? Nei, við erum að skipuleggja vöktun, svona erðavöktun og hún mun taka meira á því. Við höfum kannski ekki mikla væntingar að hreisturstakan svari þessu. Nei. Það verða svona mun. Það eru svona aðra rannsóknir og það getur líka alveg verið að við munum fara þá leið að fara reyna efna til samstarfs líka við veiðimenn töku á erðasýnum. Já. Þetta er sko erðafræðin og erðasýnataka og greining, þetta er að verða sífellt ódýrara og þetta er að verða mun aðgengilegra tæki heldur en það var bara fyrir örfáum ára síðan. Og það getur vel verið að það verði önnur sýnataka sem að við munum óska eftir samstarfi við veiðimenn Frábært. Já. Mér langar aðeins því að nú sé ég fyrir mér þegar ég hugsa þetta að vera að taka hreistusýni af fiski sem á að sleppa og ég held að við munum fá, nú leggjum við veiðimenn sem erum að veiða og sleppa mikið eins og ég sjálfur og fleiri mikið upp úr því að fara vel með fiskin, hafa hann onni í vatninu og vera ekki að reyna að losa hreistur á honum og óþörfu að sé að veltast í sand eða möl. Það mun einhverjir segja við sjálf og segja, þetta er bara kjaftaði, hann fær sveppasýkingu og drefst og hvað myndir þú segja við slíku? Þetta er ekki mikið meira áreiti. Nei. Að taka nokkra hreisturflugur af fiskinum. Það hefur ekki bara eins og að klippa á sér neglunar. Já, sko, ég meina þetta, það er alltaf eitthvað hreisturslós á öllum laxi sem veitur er. Það er mest þegar hann er nýgengin úr sjó, en fiskur sem er orðin legin, hann er orðin það brynjaður þessi fiskur að sama hvaða meðhöndlun að færi hendur veiðimannsins að það hefur engin áhrif á afkomi möguleika hans. Svo er líka öll þessi umræða sveppasýkingar og svona þegar maður umgist, þú veist, átnar allt sumarið og svona. Hún er, veist það, svolítið komið erlends frá, þar sem átnar eru heitari og fyrst betri aðstæðu. Það er miklu meiri, þá er hættan meiri í hlýju veðri og hlýju vatni. En er eitthvað sveppasýking í svona hreistusári að koma í veg fyrir að fiskur getur hringt? Þú veist, ef ég væri með fótsvepp ég geti örugglega eðla mig fyrir því, sko. Og svo dái drottnum mínum úr fótsveppasýkingu. Sko, fiskurinn hefur náttúrulega, hann hefur mjög góðar varnir gegn þessari sveppasýkingu. Hún er alltaf að herja á hann, en fiskurinn er með varnarkerfi, hvort sem hann missir hreistur eða ekki, þá er hann alltaf að vinna á móti þessu. Og það er til dæmis að það drefst fiskur út í á og þú ert með hann kannski í kistu og kemur á hann 2 dögum seinna, þá er hann alveg gjörsamlega allur hann sveppaður, þessi fiskur, á svona stuttum tíma. Bara 2 dögum? Já, bara 2 dögum, sko. Og þannig að, þú veist, þetta getur gerst svo hratt. Þeir eru sterkir? Já, þeir eru það og ég meina það eru efni sem að vinna vel á móti þessu og þeir hafa góða náttúrulega varnir. Frábært. Ég held að þetta sé gott niðurlag hjá okkur og við vonumst bara til að sjá hreistusýnispokana í veiðibúðunum. Já, ég ætla bara að fara í þetta mál. Takk fyrir þetta. Þetta er búið að vera einstaklega fróðlegt, Benóný, að spjalla við þig og bara takk kærlega fyrir komuna í Hylinn. Sýnir að við þurfum að tala vel saman og meira saman. Já, sammála því. Takk.
Takk hérlega fyrir að hlusta. Mér langaði að segja ykkur frá Facebook síðu þáttarins, Hylurinn hlaðvarp, og einnig að hvetja ykkur til að subscriba og likea þar sem þið hlustið, hvort sem það er á YouTube, Spotify eða Apple Podcast. Takk fyrir.